Breytiþáttur er notaður í prósentureikningi þegar við erum að bæta einhverju ofan á eða taka frá. Skulum skoða dæmi. Ef að vara kostar 2000 krónur og er seld á 10% afslætti, þá get ég auðveldlega reiknað að 10%, 1% þá deili ég með 100, 2000 deilt með 100 er 1%, það er 20 sinnum 10 gefur mér 200 krónur í afslátt og þá þarf ég að gera 2000 mínus 200 sem gefur mér að varan kostar þegar búið að draga afsláttinn frá 1800 krónur. En ef að ég er fljótur að hugsa, þá sé ég að ef að það er gefin 10% afsláttur, þá er ég bara að finna 90%. Ef ég á ekki að borga 10%, þá hlýt ég að þurfa að borga 90%, því að ég var búið að taka 10% af 100%. Þannig að 90% gefur mér að ég á að borga 90 af 100. Þannig að ef að ég á að deila með 100 og margfalda svo með prósentinni, sjáðu, þá tek ég verðið og nú ætla ég að margfalda með 90 deilt með 100 og 90 deilt með 100 er bara tugabrótið 0,9. Þá sjáðu, ég dreg afsláttinn frá 100% og breyti því svo beint í tugabrót og margfalda. Þannig að einu útreikningurinn sem ég þarf að gera er 2000 sinnum 0,9 og ég fæ strax svarið 1800. Sama ef að þessu er bætt ofan á, þá bæti ég því við 100%. Þannig ef að vara kostaði 5000 og það er 20% álag í prósentum, þá ger ég 5000 sinnum 1,2 bæti 20% ofan á 100% og fæ út 6000 því að 20% er 1000. Þannig að ef að það er afsláttur þá mínusa ég frá 100% og breyti svo í tugabrót. Ef að það er bætt ofan á þá bæti ég því við 100% og breyti því svo í tugabrót og margfalda við töluna sem ég byrjaði með.